höldum áfram hérna í föstudagsþættinum og erum að fara að tala 101 Reykjavík sem verður að sitja núna verkfræðiskólinn á Akureyri að setja upp 101 Reykjavík hérna á Akureyri og með Njarðvíking í aðalhlutverki. Velkomin til okkar. Takk fyrir. Blessaður. Já, sæll og blessaður, herra minn. Þetta er glóbal. Já, að fá Njarðvíkinginn inn. Hvernig kemur það til að þú ert mættur hérna norður yfir heiðar? Ég bara kann mjög vel mig hérna fyrir norðan og ákvað bara að skella mér í heimavistina og fara í vaffema og langa að prófa bara eitthvað nýtt. Já. Bara svolítið ábyrgð sjálfur að fara að lifa sjálfur á mínum eigin peningum og þurfa að hugsa svolítið mig sjálfur. Og hvernig gengur það? Það gengur ágætlega. Þetta er svolítið svona eins og aðalpersónan í leikritinu? Já. Þetta er svolítið svipað. Já, standa í upp og niður. Já. En hvað er erfiðast við þetta? Það er sérstaklega peningarnir. Ég er ekki góður með að eiga peningar svo ég eyði þeim mjög fljótt. Það er bara alveg svo karakterinn í leikritinu sko. Þetta er svona, en svo líka er eins og að setja námið og leiklist saman. Þetta hefur alltaf verið svoleiðis. Þegar maður er að leika þá er námið svona, maður þarf alltaf að vinna ótrúlega mikið upp áður en maður fyrir æfingu, sem tekur alveg á sko. Þannig að maður er ekkert með vini sinum, maður er bara að læra, fyrir svo æfingu og svo getur maður að fara til vini sinni eða bara að sofa sko. En það er nú mikið nám í því að taka þátt í svona uppfærslu. Maður getur nú lært meira á því held ég á minnstakosti heldur en á mörgum fögum sem ég hef tekið í gegnum tíðina á minnstakosti. En Jón Gunnar, þetta er nú 22. leikhópurinn sem þú tekur að þér á síðustu árum, 5 árum. Já. Og af hverju er það velið þetta verk 101 Reykjavík til þess að sýna á? Já, þau völdu það og ég er bara mjög sáttur við það. Þau völdu komið til mín og með þessa hugmynd núna fyrir 4 vikum. Og hvað er það alltaf? Er það alltaf bókina, leikritið eins og sett upp eða myndina er að taka eitthvað? Ef kannski fyrir þá sem er ekki sérfræðingar í 101 Reykjavík, bara kannski að rifja þau upp hvað það er yfirleitt. Það er til bók og kvikmynd og ýmislegt. Hvaða verk er þetta? Já, bók eftir Hallgrím Helgason sem kom árið 96 út. Svo kom kvikmynd árið 2000 sem að Baltasar gerði upp úr 101 Reykjavík bókinni. Og þetta er svona leikgerð upp úr blöndu bara. Við nýtum bæði en þó náttúrulega aðalega bara söguna Hallgrímur skrifaði þessa sögu, þannig að þetta er sagan hans Hallgríms. Og þú varst nú aðeins byrjaðar að segja okkur frá þessum samhljómi ykkar á milli. Hvað fjallar leikritið? Þetta fjallar basically Hlyn sem hann er svona á 30-aldri, svona rétt yfir 30 og býr hann með mömmu sinni. Hann er svona algjör lúser. Hann er alltaf svo góður með sig og það er allt bara ef hann vill eitthvað þá bara færa það. Þetta er svolítið svoleiðis sko og hann er ekkert að hugsa út í hvað gerist ef hann gerir eitthvað. Hann til dæmis sefur bara hjá stelpu og ef hún væri róleg þá verður hún ólétt og hann þarf ekkert að hugsa það. Þetta er bara svona, já, ég veit ekki hvernig maður á að lýsa þessu. Þetta er svona, eins og maður myndi kalla það, þetta er svona playerinn. Þannig að þetta er ótrúlega skemmtilegt verk sko og því þetta er mjög krefjandi og ég vil samt alltaf þakka Leikfélagi Keflavíkur fyrir allt sem ég get í dag og án þeirra þá væri ég örugglega ekki að leika þetta hlutverk sem ég er að leika núna. Ert þú að leika Hlyn? Já, ég leik Hlyn. Þannig að þú tekur að þér lúserinn? Já. Þetta er mjög krefjandi þar sem að maður er nánast inn á sviði allan tíman. Ég og annað hlutur sem er Hlynni sem er þá eiginlega hugsanir mínar. Allt sem að ég er að hugsa segir hann það uppátt og við erum meira að minna inn á sviði alla tíman sem er mjög krefjandi og þetta er eiginlega fyrst skipti sem það gerist hjá mér sko, þannig að þetta er mjög skemmtilegt. En þú ert með tölur reynslu frá Leikfélagi Keflavíkur eða hvað? Ég er búinn að vera að leika þar, ég veit ekki, 5 ár. Var einmitt að setja upp Ávaxtakörfuna með þeim síðast og Grís, það eru svona stæðstu verkin sem ég hef sett upp með. Og hvað er það við að taka þátt í svona sem að gera það verkum að þú ert til í að fórna eins og þú segir að það er krefjandi þá að vera í náminu og minna hægt að vera í öðru félagslífi. Hvers vegna velur að forgangsraða svona? Ég veit ekki, þetta er bara félagskapurinn er mjög skemmtilegur og maður verður svona eftir smá tíma, það verður maður svona eins og fjölskylda. Það er allir ótrúlega góða vinir og getur leitað til allra og þetta er bara, maður fær sérstaklega athygli. Ég hata ekkert athyglina og einhvern veginn fæ ég bara sérstaklega útrás bara þegar ég er komin upp á svið. Bara breyta alveg karakter og Er það ekki þannig, ef við hugsað félagslíf að akkurat þetta, þessum að hittast nánast á hverju kvöldi og farðu alla sterkari hóp til þess að sinna félagslega? Já.
En þetta nú samt það sem hann að segja, þetta galdurinn kannski sem að þarf að gerast í leikhúsi eða hvað? Já, og þetta ég meina, fyrir æskulíðs- og ungmennastarf og á Akureyri, sérstaklega hugsa það að ég hvet alla, nýti tækifæri og hvet alla kennara í VFMA og kennara í MA til þess að koma og sjá hvað nemendur þeirra eru að gera utan skólatímans. Þetta nám. Þetta hitt nám, en þetta þau læra alveg helling. Og þarna getur líka kannski verið að sjá allt aðrar hliðar á þessum nemendum sem þú ert kannski dagstaglega að kenna, starffræði eða eitthvað annað. Alveg örugglega, já. Ég get ímyndað með þú ert ekki nákvæmlega eins í starffræðitímum eins og upp á sviði. Akkurat öfugt bara. Þetta bara eitthvað svona, ég veit ekki, ef allir eru vinir þá þetta miklu skemmtilegra heldur en þetta bara svona, þetta náttúrulega þarf að forna ótrúlega miklu, maður á líka við bara lífið upp í leikhúsi þegar maður þar og það sem að mér finnst skemmtilegast við ég elska að vera þar og samt ótrúlega þess að þá langar mér alltaf að vera arkitekt en samt leiklist alltaf, þetta alltaf upp og niður hvor mér langar að vera, það sem erfið sko. Þú ert að veista, meir en margir að Já, þú ert þó komið þangað. Segðu okkur nú samt, ég með smá forvitnisspurningu. Hver munurinn á Keflavík, Njarðvík segi ég og Akureyri? Það náttúrulega snjórinn snjóar ekki það mikið heima. Það svona, kemur alveg snjór og ég hef alveg upplifað rauðjól þar, en ég held að það hefur aldrei rauðjól hér. Þannig að svo náttúrulega brekkur hérna, það voðalega lítið af svona brekkum heima. En svo náttúrulega í rauninni Njarðvík og Keflavík eiginlega bara samin bær heima. Þetta bara eins og á Akureyri væri skipt í tvennt, væri alltaf á Akureyri. Það svona, ég frá Njarðvík en bý í Keflavík og Njarðvík, þetta svolítið svoleiðis. Líka ég tek eftir í krakkadir, það svolítið munur á því sko, þetta svolítið skipt bara eins og, það enda svolítið eins og heima. Það alltaf þessi vinahópur betri en þessi, það sem manni finnst leiðilegast að sjá upp á krakka sem eru á aldrinum mínum. Þetta þau eiga að vera það þrosku að það geta allir orðið vinir. Þetta svona, þú ert ekki nógu töff til að vera vinur minn, þetta svona, það sem leiðilegast í staðinn fyrir bara að geta allir orðið vinir, þótt að fjölskyldan sá ég mikla peninga. Það sem gerist í leikhúsi, það allir vinir, sama þótt þú eigir þessa úlpu eða hinn úlpuna, út í að þínu var dýrari. Það skiptir ekki máli það sem það gefa allir öllum séns og svo áttum að sá því að þetta fólk alveg nákvæmlega sem það sjálfur. Þetta lærður þegar þú leggst í ávaxtakörfunni. Já, nákvæmlega. En þú upplifir þetta, bara svona klíkur og kannski einhverja stéttaskiptingu allavega á yfirborðinu? Já, það svolítið, þetta eins og í skólanum, það mjög leiðilegt að heyra, það svona krakkarnir sem komu úr MA sem kom yfir og það eru alltaf krakkarnir í gryfjunni sem spila spil. Þeir eru alltaf að spila eitthvað Magic og þau eru þeir sem það eru bara mestu lúðarnir. Þetta fólk bara nákvæmlega sem vinnur, menn þau haga sér annað og gera bara önnur áhugamál. Það eru svo áhugamáli mitt í leiklist, en áhugamáli þeirra að spila fótbolta og þeirra að spila spil og þetta bara, það munurinn. En svo ef maður sé að fótboltagauðurinn alltaf besti Messi. Og svo tekur maður líka eftir því að þegar maður svolítið að kynna leiklist bara á mörgum stöðum, þá gefur þið engin séns nema þetta heiti borgarleikhúsi eða þjóðleikhúsi. Þetta eins og heima, grunnskólanir, það kom ekki krakkarnir nema þekkir á. Þetta svolítið svoleiðis. Það eins og að sé úr algjör lúði og kemur í leikhús. Þetta bara skemmtilegt sem þú gerir. Mér finnst mjög skemmtilegt sjálfur að fara á leikrit heldur en að leiki. Það tvennt ólíkt og það bæði mjög gaman. Þannig að þú augljóslega hvetur fólk til þess að mæta og kíkja á ykkur. Nákvæmlega, bara ekki vera feimið við að koma og það til dæmis ekkert asnalegt í leikhúsi. Það málið þess að sumir sem að byrja þoraldri að gera því að sé allt asnalegt, en það ekki neitt asnalegt. Þú getur gert hvað sem og ef það hleyja þig þá það bara fyndið og Niðurstaðan útrýmum fordómum 1 að vera að fara að frumsýna 101 Reykjavík í kvöld. Þetta í kvöld og þessi saga, já eins og ég sagði, okkur finnst það að vera kannski stutt síðan, en 96, flestir þáttakanda sýningarinnar eru fæddir 98. Já. Þú ert fæddir 98? Jú. Já, þannig að þetta gamaldags. Já, hugsaðu það. Og þetta tíðarandi. Blur, Oasis, Pulp. Við erum að fara að segja gamaldags sögu frá árinu 96. Þannig að við getum fengið svolítið nostalgíu hérna eldra pakki við að kíkja. Akkurat. Yndislegt, en miðasala? Það í hofi, í menningarhús.is og miði.is og svo einnig við inngang. Já, þeir eru að sýna þetta í hofi, ekki upp í... Nei, við erum að sýna þetta í rýminu. Í rýminu? Rýminu, já. Það bara allt orðið saminað. Já, nákvæmlega. Dásamlegt, bara ég hvet fólk til þess að fara og kíkja á þetta. Það stundum ekkert skemmtilegra heldur en kraftaverk sem gerast í leikhúsum, áhuga leikhúsum þar sem hjartast læra og talnungjum í framhaldsskólanum. Þannig að kíkja á þetta. En við ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum eftir augnablik.